að vera einangra alltaf utan og við gerum það náttúrulega auðvitað bara til að losna þessar kuldabrýr og svoleiðis og þegar við viljum þær ekki og þar af leiðandi erum við komið með náttúrulega þessar loftuklæðningar og brunahönnir náttúrulega allir hrifnir af loftrýmum, við viljum bara fylla allt með steinull en þetta er auðvitað afar mikilvægt svo verði húsi mingli ekki og svoleiðis að þurfa að vera sérstaklega öflug loftræsing í þessum veðurkápum og en að gefnu tilefni er vert að benda á munin á klæðningu annars vegar og yfirborðsefni hins vegar að klæðning er efni sem eða hylur annað efni sem liggur undir eða klæðir það af með þeim hætti að mögulegur eldur nær ekki að innra efninu, þá er ég að tala um brunatæknilegum skilningi. Og veðurkápa er yfirborðsefni með loftræstu bili að einangrun. Og byggingarreglurinn skilgreinir klæðningu í flokki 1 á þann hátt að hún standist K210 í S1D0 en klæðningarprófið K210 segir að í einföldu máli að hitárun í prófunu valdi efninu ekki skemmdun á 10 mínútum sem prófið stendur yfir. Þetta er bara Evrópuprófið. Og flestar málklæðningar geta þau ekki flokka sem klæðningar í brunatæknilegum skilningi því að þær eru svo þunnar að hiti vefra strax í gegn. Það geta þeir raunverulega ekki varið þessum miklu. En málklæðning og önnur þunn klæðning er því skilgreind sem veðurkápa eða regnhlíf. Ég vil persónulega nota veðurkápa en í byggingarreglunni tala regnhlíf ef maður rétt. Fyrir mér er það allt annar hlutur. Ég á hins vegar enga veðurkápu inn í skáp en ég veit ekki eins og hvað þetta má alveg deila þetta. Ég myndi vilja breyta þessu. En með veðurkápu verið að tala ysta yfirborð bygginga og veðurkápan er venjulega loftuð en ef hún myndi skrúast til dæmis beint á vegg sem er náttúrulega aldrei gert þá væri þetta ekki í brunatæknilegum tilliti veðurkápa því að þá væri, ef þú myndi skrúa til dæmis álplötur beint utan á steyptavegg þá væri, myndi þetta teljast sem sama efnið og þurfti að prófa það þá saman og þá væri þetta mætti líta á þetta sem klæðningu. Og byggingarreglugerð, hún tekur sérstaklega á kröfum til yfirborðsplata útveggja. Það er náttúrulega bara meginreglan þessi að yfirborðsleitir útveggja skulu vera þannig að þeir valda ekki sérstaklega hættu útbreiðslu elds milli brunahólfa og auki verulega hættu útbreiðslu elds milli bygginga. Og við vitum að þegar við með hús sem eru ein hæð þá má maður nota klæðningu í flokki 2. En þegar við komum í hús sem eru yfir einni hæð þá hefur við að nota utan á vegginn másetta þá regnhlíf og skulu öll efni tengt henni vera A2 S1D0, það er svo óbrennuleg. Og þetta er viðmiðunarreglan. Það séu óbrennuleg efni þarna. En samkvæmt viðmiðunarreglu byggingar þurfa yfirborðsefni byggingar sem notuð eru veðurkápu, regnhlífin, að vera óbrennuleg þegar komið er yfir eina hæð, eins og hann kemur greinni hérna framan. Og ef við kjá frá þessari skilgreiningu og nota til dæmis tregbrennanleg efni í S1D0 þarf alltaf að gera grein fyrir slíku fráviki á viðmiðunarreglu byggingarreglugerðar um leið rökstyðja að meginreglan standist. Þannig að brunahönnuður viðkomandi bygginga, hann getur því í þessum tilfellum mögulega notað önnur efni en þá þarf hann að sýna fram á að stafverkin hættaði á hann að hafi náð meginmarkmiði. En ég er auðvitað að ræða þetta út af því að þetta er búið að vera í umræðinni eftir Grenfell og í allri Evrópu prófanir á viðtrúnsklæðningu. Og þess vegna komum við inn á þetta hörmulega slys sem var þarna 14. júní 2017. Þetta er eftir miðnætti, þannig að það var vondum tíma. Þetta er 24 hæða hús og þetta var mjög stór aðgerð. Það voru 250 slökkviliðsmenn sem sinntu þessu verkefni. Og 70 slökkviliðsbílar tóku þátt og svona og það er fyrir utan alla neyðarliðana eða NHS starfsfólki þegar sjúkraflutningar eru ekki hjá slökkviliðinu. Þannig að það voru 100 þar til viðbótar.
og það létust 72 í þessum hörmulega atburði og við þurfum að sjá hvort að við getum ekki lært eitthvað af þessu hérna heima líka. Þið erum að sé þessar myndir og þau eru rosalega svakalegar, en það eru auðvitað til margir aðrir brunnar sem hafa verið svona breiðst svona hratt fyrir utan eins og bara í Asíu og annars staðar. Þeir eru bara lengra frá okkur og tala minna það hér. Það alltaf þetta sem nær okkur, þá verður þessu umræða sterkari hérna heima. Eðlilega kannski. Og við spurum okkur því hvað hefur gerst sem eftir Grænfell. Það eru sérst allar yfirvöld í öllum þessum löndum í Evrópu að hafa verið að fara ýmis konar prófanir á utanhúsklæðningum og breyta ráðleggingum sínum til hönnuða og annarra. Og það voru, ég langaði að nefna hérna skýrslur, tvær sem voru skrifaðar og þetta er allt inn á netinu, það er alveg sér heimasíða fyrir þetta, mjög áhugavert. Það var svona smá rýni á byggingarreglugerðin og reglugerðarumhverfinu sem þessi Dame Judith Hattig gerði og eins, svo var líka Barbara Lane hjá Arup, hún gerði svona expert report og svo líka lögreglurannsókn í gangi og það er sér heimasíða með þessu öllu. Þetta eru mjög langar skýrslur, eru báðar þessar eru yfir 1000 blaðsíður, þannig að það er meira áhugavert að lesa kannski meira svona samantektir og svoleiðis, fyrir allar skýrslurnar. Við, þið hafið svolítið öll skoðað þetta svolítið, þetta er svolítið síðan þetta gerðist og ég munum ekkert fara inn í dítil núna, en þetta er grunnmynd hússins, þetta var sett upp og við vitum að fyrirkomulagið sem við mest verið rætt er þetta með þennan stropp-effekt sem verður þarna á milli klæðningarinnar sem er polyethylín plastklæðning, svona samlokueining, reinabond og svo trefbrennanleg einangrun, en ekki óbrennanleg, sem setti þessi utan á þegar verið að auka einangrun hússins. En það sem við kannski minna verið rætt að það að það var mjög heitt og þeir telja að það til dæmis að allir gluggar voru opnir í eiginlega öllum íbúðum, það er náttúrulega flýtt verulega fyrir því að hann fer svona á milli innan íbúðana sko. Og þetta að halda kyrru fyrir þessi hugmyndafræði að menn hafa gagnrýnt hana svolítið. Hún þegar að þeir margir sem lifðu af, þeir ákváðu sérst að hunsa fyrirmæli að vera kyrrir fyrir og bara fóru út. Og þeir hafa meðal annars verið að gagnrýna það. Og svo vitum við að brunahurðir og stigarnir virkuðu ekki eins og til var ætlast. Það voru framkvæmdir í gangi og það hafði verið skipt hurðir og það voru ekki settar réttar hurðir með þær upplýsingar sem ég sá. Og svo var þetta með rýnina á byggingarreglugerðinni að það hefur sérst komið ljós að reglurnar og kerfið eins og það var skrifað og praktiserað er ekki nægilega gott og það gerir þeim sem vilja stytta sér leið í kerfinu kleift að gera það. Það hugafar að vera alltaf að einblína ódýrustu leiðina og reyna að ýta ábyrgðinni sem stöðugt yfir á einhvern annan verður að stoppa. Það var eitt af þessum punktum sem menn bentu á. Og allir í geiranum verða að einblína á að gera hlutina rétt vegna þess að það er skylda þeirra að gera það rétt og það að gera það til þess að kerfið virki til að tryggja öruggar og sjálfbærar byggingar og það að breyta reglunum mun hjálpa en það þarf að breyta hugarástundinni hjá þeim sem vinna í byggingabransunum svo hægt sé að byggja öruggar byggingar sem virka bara í gegnum líftíma byggingar. Það er afar lauslegri þýðingu, en það væri eitthvað áhugavert fyrir okkur að skoða þetta út. Ég held að við sem alveg að glíma við nákvæmlega sömu hlutina. Fyrsta lagi að þessi ofuráhersla á ódýrustu lausnina, hún er svolítið inn hjá okkur líka og að menn reyna alltaf aðeins að ýta ábyrgðinni á milli sín. Hönnuðir, verktakar og allir, þessi leikur er alveg í gangi hér líka. Það er svona langaði mig bara aðeins að viðra þessa hugmynd hvort við þurftum eitthvað að taka þetta til greina hjá okkur. En Evrópa þarf sem sagt klæðningapróf fyrir utanhúsklæðningar og við vitum að flokkun eftir samhæfni staðli
EN 13501 ekki nægileg þegar kemur undrunarslæðningu. Þá sérstaklega þurfum að ræða háhús. Þetta alltaf hugsað sem innanhús próf, þegar á klæðningar innanhús. En það ekki komið neitt ennþá, ekki neitt samhæfustað. En þá það, menn eru farnir þá bara praktisera þá staðlega sem voru til í löndunum á undan. Og eins og breski staðallinn 8414, hann hefur verið, menn eru farnir að nota hann meira, hann hefur svo sem verið í gildi áður, þið þekkið þetta eins og mjög dýrt próf og ópraktist öllu leyti, eiginlega. Ég ætla ekki að hvernig getið opnað þetta. Það reyndar, já, þetta Ég sjá hann ekki neitt. Þetta svona, sem sagt, mjög stórt og viðmikið próf og dýrt og það mengandi. Þetta allir sammála að þetta ekki leiðin, sko. Við þurfum að finna einhver aðra leið. Og hvort það verði eins og amerísku NFPA-prófi með gasbrennara eða eitthvað, sem þá aðeins minni mengun og svo þurfum við að hafa mjög stóra aðstöðu til þess að framkvæma svona próf innandira. Þannig að ég held að menn séu svolítið sammála að þetta ekki akkurat rétta leiðin, sko. En ég ætla að sýna ykkur eftir að menn prófuðu þennan Grenfell-tilfellið í þessu prófi sem sagt. Og þá stóðst það ekki í prófið. Svo við höldum áfram, þá ég skoði þetta bara svo seinna, þetta áhugaverð próf. Það sem sagt búið að vera mikil vinna að reyna að, sem hefur fram, mikil vinna hefur farið fram til að hefur farið að stað til þess að samræma þessar reglurnar og við höfum verið svona hliðarinn og fylgst með því í Mannréttindastofnun og áherslan hjá þeim fyrst og fremst á háhýsi. Og svo hefur Evrópusambandið skrifað skýrslur þetta og skrifað nokkrar skýrslur, þessi kom út núna í sumar og menn eru sem sagt að huga þessu að búa til samhæft próf og reyna að finna leið. En svo sjáum við líka að það mjög mikið af hagsmunasamtökum í byggingariðnaðinum eins og þessi plastsamtök sem standa fyrir Modern Building Alliance sem eru með heimasíður og eru að hvetja til þess að finna praktískar, einfaldar lausnir. En okkar vingill verður að fara í gegnum norræna samstarf, frekar en að fara á svo stóru fundi og frekar bara að fara í Norðurlöndin, senda sína fulltrúa og við munum svo bara hitta þá og fylgjast með þeim. En ég sá þessa að búverkið, þeir í Svíþjóð virðist að gera prófanir þetta strax eftir Grenfell og við notuðu þá breska staðarinn og prófuðu þetta fyrirkomulagið með þessa 3 mm samlokueiningu og einangruninni, svipaðri og þá náttúrulega stenst prófið enga veginn, eða einangrunni enga veginn, en svo pröfuðu þetta líka með steinullu á bakvið, það kom mér reyndar óvart að mér sýndist tíminn verið styttri, sko, það verið ekki betra að hafa steinullu með þetta próf. Og svo var þetta líka að prófa með þess að var með tregrennulegri svona samlokueiningu, þá hefði það staðist þetta próf sem dæmi. En í Noregi, við höfum svolítið verið að fjalla Noregi ég hef verið svolítið að reynslu það, að þar til dæmis ekki farið fram á eins og okkur að þetta sé A-efni, heldur það máttu vera með B, D0 í þessu og þeir hafa verið að pæla í því núna eftir Grenfell að breyta þessu og fara fram á að þetta verði A2S1, þar að segja óbrennileg efni. Í loftrásinni. En þeir eru reyndar ekki að tala að fara í öllum byggingum, sko. Þeir eru meða við í risaklassa 1, 2 og 4 og þá er það sem sagt 8 hæðir og yfir, sko. Eða meira en 8 hæðir og eins í hinum flokkunum, þessum krítiskari flokkar 3, 5 og 6, að þá meða við 4 hæðir. Þannig að Norðurlöndin eru að hugsa að herða þá þessu kröfur en eru ekki einblín á því að taka öll hús, heldur meira að það sé vandamál þegar húsið hækkar. Þannig að við þurfum ekki að breyta byggingarreglum til að bregðast við
En við þurfum að gera leiðbeiningar og þá er talað að reyna leiðbeiningar varðandi þá þessa hönnunarþáttinn að setja einhver viðmið að yfir 8 hæðir eða yfir einhverju x margar hæðir þá sé þetta bara ekki eiginlega ásættanlegt að vera með nema bara óbrennulegt. Og það er þannig sem við ættum kannski að koma að þessu. Og svo stendur til að samræma betur byggingarregluna með Norðurlöndunum. Það er svona átaksverkefni sem að fara af stað og þá mun þetta vera rætt líka sem eitt af þessum þáttum. Og við ætlum bara áfram að fylgjast með þessum málum og sjá hvað gerist og það verður samhæfður staða sem mun taka gildi. Það er bara spurning hversu langan tíma. Það tók mjög langan tíma að búa til þetta 13501, samhæfða staðalinn, skilst mér. Og þannig að þetta mun taka einhver tíma að samræma þetta. Eru einhverjar svona, viljið einhverjar spurningar eitthvað varðandi þetta? Já. Erum við ekki með strengustu kröfur á Norðurlöndunum og víðar í umhverfisklæðningar? Jú, með þetta með að hafa A-efni, þá erum við þannig að við þurfum ekki að breyta reglugerðunum og það var ekki tækt að hafa það strangara. Þurfum við ekki að draga úr reglunum ef á samræmið? Jú, ef við förum í samræmingunum og það sem Norræna ráðherranefndin er að tala að reyna að samræma regluverk á Norðurlöndunum, þá myndum við örugglega þurfa að gefa eftir, já. Með þetta, þegar þeir eru aldrei að tala um að herða regluna á sér, þá eru einblín og meira herjuhús, en ekki endilega herða regluna fyrir 1 og 2 hæða og 3 hæða. Þannig að kemur kannski að því. Já. Það er bara einn punkturinn í þessu umræðu sem er alltaf líka mjög áhugaverður. Það er að þú þekkir það líka í Noregi að þó að þeir séu með mjög reglur klæðnilegar klæðningar, þá eru þeir líka huga að eldsútbreiðslu innan klæðningar og eru þá lausnir til dæmis á hæðastímum og svoleiðis. Þannig að ég sér ekki fyrir þér að það verði eitthvað svoleiðis ef það verður einhver ringun þá verður ekki að ráðstafa til þess að hefta þessa lóðréttu útbreiðslu innan klæðningar. Jú, það er náttúrulega þessi að þú ert að vísa til eru þessar tannpulsur sem við settur á hæðaskil og sem dæmi og það er auðvitað til meira það er náttúrulega svona sér nost eða þannig ég veit öðrubrest líka, já. Já, og þá er þetta bara það er tiltölulega einfalt að nota það og eins og ég segi, það er örugglega einhver hús sem hafa nú þegar þetta hefur verið notað í. Er það ekki með bara heppni hjá okkur að við vorum svona að því við breytum ekki reglum okkar eins og Norðurlöndin til ríkuna og voru svo sein að við brunnum gæstlappa inni með svona rosalega stífa reglur. Já, ég held að hafa ákveðna íhaldssemi í þessu og breyta nógu hægt því að sumar breytingar eru sjáminn eftir á og það voru ekki góðar En við erum alltaf 5 árum eftir, ég lofa það því. Þannig að þetta er alltaf lægt. Við frektum þetta alltaf 5 árum setna, við breytum okkar reglum. Við erum svona Norðurlöndin. Það er eitt áberandi í sambandi þessar klæðningar og fleiri byggingavörur að þú getur keypt prófaðar og vottaðar klæðningar. Dæmi einmitt með þessar álsamlokur. Þú getur keypt klæðningar sem standa sprunapróf og með vottun í bak og fyrir. En svo er bara önnur gerð sem er til sölu fyrir byggingaraðalina sem kostar minna og er til að nota. Þetta held ég sé mikið vandamál. Þú prófar eitt og notar annað. Já, og það er ofur áherslan á ódýrustu lausnina sem verður rosalega svona ráðandi og það er það sem við þurfum að passa Og framleiðendur halda henni að kúnnanum en halda náttúrulega hinu að okkur og ykkur En það er eitt að í þessu tilfelli þá var búið að vera að þróa klæðningu með tregbrennilegu klæðningu og kom í ljós allan að miða þetta sem við tók úr kynningu frá úrverkið til Svíþjóð að þeir hefðu prófað eftir breska prófinu þá hafði það staðist breska prófið sú típa með steinull undir og óbrunnu undir en það er auðvitað bara er alltaf einhver hætt á ferðum eða svoleiðis þegar þetta eru svona hátt hús en þetta er náttúrulega polyethylén er náttúrulega mjög öflugt og það bara þó að það staðist lógaprófið þá stenst það engan veginn þegar komið nógu mikill hita sós eða
eins og til dæmis eins og í Grenfell þegar það kemur bara, verður flass over einn íbúð og kemur alveg eldsn út glugga. Ef það hefur verið, vatnsókerfi í öllu húsinu, þá hefði aldrei þessi kannski, þetta ekki gerst, það hefði ekki komið þessi öflu og þetta upphaf, sem verður, þannig að það er ótrúlega margt í þessu. Björn? Kannski óbeint þessu sem inn í framtíðina, þessi græni hús eða sjálfsturtahús. Þessi græni hús eða sjálfsturtahús sem eru við á teikniborðinu hjá arkitektum út heim. Já. Sem eru gróður utan á og sólarstellur og alls konar svona, þannig að eitthvað að fara að skoða svona í brunatæknilegu samhengi? Nei, ekki Ég við náttúrulega þekki bara torfþökin það var það mjög erfitt að Ég er ekki meina að gera, nei, ég meina... Bara út allan heim? Já. Ég þekki það bara ekki. En þetta það getur vel verið að það sé byrjað að skoða þetta, En þetta örugglega leyst bara sem svona markmiðshönnun í svona tilfellum, Það mjög erfitt að vera með einhver sérstök próf á eins og svona, ef þú ætlar að klæða heilu veggina með, eins og með svona einhverjum gróðri eða slíku, eins og þú ert að nefna. En næsta atriði sem ég langaði að ræða, það eru CE-merkingar og brunahólfihurðir. Ég ætla að fara í tíminn. Já. Ef við fáum okkur kaffi aðeins, eða er það annað virkar og ég var fyrstur á kaffi eða þessu.